Komið hefur í ljós að þeir sem gera út rútuna sem sökk í Blautulónum urðu ekki aðeins uppvísir að glannaakstri heldur einnig akstri utan vega. Formaður Landverndar vill að eftirlit verði hert, jafnvel að stofnuð verði hálendislögregla. Þessar ljósmyndir af Facebook síðu Tatrabus sýna hvernig rútunni hefur verið ekið inn í miðjan móa, augljóslega utan vegar. Ökumaðurinn hefur fest rútuna og reyndir að losa hana með tilheyrandi raski á viðkvæmri náttúrunni. Að sögn lögreglunar á Hvolsvelli má búast við að málið verði rannsakað. Sá hængur á lögum náttúruvernd að í ákvæðinu sem bannar utanvegaakstur ekki skilgreint hvað telst vera vegur. Umhverfisráðherra hyggst leggja fyrir haustþing frumvarp þar sem skerpt verður á þessum skilgreiningum. Þá vinna ráðuneytið og sveitarfélögin nú að því í sameiningu að skilgreina og kortleggja vegi. Því lýkur vonandi í haust. Formaður Landverndar telur þó ekki nóg að gert. Eftirlitið með utanvegaakstri og umferð á hálendinu bara sáralítill. Og þar vantar mikið upp á að fjölga þá landvörðum á hálendinu eða koma á einhvers konar hálendislögreglu. Guðmundur segir jafnframt að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri. Sektir séu of lágar og þeim of sjaldan beitt. Mikilvægast sé þó að vegfarendur séu meðvitaðir lögin og hversu viðkvæm náttúran er. Það þarf líka að auka fræðslu. Það þarf að fræða bæði innlenda ökumenn og líka sérstaklega þá sem koma að utan